á sama tíma og við erum að sjá þessa þróun í vindorku í Evrópu, þá erum við að sjá Tesla í Ameríku búa til pakkalausn sem er sólarspegill á þakið og batterípakki utan á húsið. Þar sem að þú ert að hlaða yfir daginn og nýta á kvöldin eða hvernig sem þú nýtir og svo ferðu inn á smart grid sem að balanserar samfélagið og nýtir það sem er til og selur það sem þarf. Selur inn á netið? Já, þú selur það sem umframframleiðir inn á netið. Frá þínu húsi? Já, og ert að fylla batterið það sem þú þarft, en ert líka að selja inn á netið, þannig að þú þarft í raun og veru ekki að kaupa nema einhverjum sérstökum augnablikum, þarft að kaupa til þín rafmagn. Og ef samfélagið er að fara að þróast þannig að það er að balansera sig sjálft hver einstaklingur og deila sín á milli með einhverjum kreditum og að með þessari umframorku sem er verið að framleiða í Evrópu með vindrafölum að viðbættum svona batterilausnum og smart tengingum, smart netlausnum, hver er þörfin fyrir það ef við horfum 20 ár fram í tíma að vera með einhverja svona risavirkjanir og risalausnir sem eiga þjónusta hvað? Já, þetta er alveg rétt ábending. Og þetta er einmitt skýringin á því að orkuverð á mörkuðunum hefur fallið. Það er í raun og veru offramboð á orku í Evrópu núna vegna þess að það er búið að kynda svo undir með ríkisstuðningi og niðurgreiðslum undir sjálfbærum orkuverum, hvort sem það er vindur eða sól eða annað, að það er orðið offramboð. Og í þessu sambandi þá er nú vert að hafa í huga líka að það gæti verið á næstu grösum, strax á næsta áratugi, væntanleg á markaðinn ný gerð kjarnorkuvera, svokölluð þóríum kjarnorkuver, sem að hægt er að sníða að þörfum notandans og það er jafnvel talað um að það sé hægt að setja lítið þóríum kjarnorkuver í bíl og það endist bara jafn lengi á bílinn og þú þarft aldrei neitt að hugsa endurhleðslu. Og þetta gætu til dæmis álver líka sett upp hjá sér. Þannig að þetta mun þá stórdraga úr þörf á flutningslínum augljóslega líka. Fyrir utan að stórvirkjanir verða ekki nauðsynlega lengur. Það sem að ég